Sæl og blessuð og velkomin á þennan kynningafund. Það er eitthvað pínu feedback á hljóðið. Ég heiti Helga Sigrún og framkvæmdastjóri Staðlaráðs Íslands og við höfum undanfarið ár staðið fyrir þýðingu á þessum nýja staðli geðstjórnunarkerfi á heilbrigðisstofnunum og það er rétt að það komi fram að frumkvæði að þessari þýðingu kom frá Heilbrigðisstofnun Vesturlands þar sem að Garðar Jónsson held ég hafi átt hugmyndina sem að ásamt Sigurði Sigurðarsyni framkvæmdastjóra lækninga og Huldu Gestsdóttur framkvæmdastjóra hjúkrunar tóku þátt í að yfirfara þýðingana ásamt Önnu Maríu Káradóttur lögfræðingi úr heilbrigðisráðuneytinu. Þannig að við höfum verið 5 saman í því að gera þetta að veruleika og erum ákaflega stolt og hérna finnst dagurinn í dag dálítið mikill hátíðisdagur og við hlökkum til að sýna ykkur aðeins inn í þennan staðal til að byrja með og Garðar ætlar síðan í framhaldinu að svona segja ykkur frá því hvernig þau hugsa þetta upp á Skaga og hvernig þau ætla að nálgast innleiðinguna. Ef við byrjum bara aðeins á því að skoða, þessi stað snýst auðvitað bara sjúklingaöryggi, að auka það og reyndar öryggi og aðbúnað starfsfólks. Samkvæmt svona nýlegum tölum frá WHO Alþjóða heilbrigðisstofnuninni þá er 1 af hverjum 10 sjúklingum sem að fær sjúkrahúsþjónustu í ríkustu ríkjunum sem að skaðast vegna einhvers konar atvika við meðferð og þeir segja að það væri hægt að komast hjá helmingnum. Þetta hlutfall mun hærra í fátækari ríkjunum með alltaf 4 sjúklingar af 10 sem að skaðast og þar væri hægt að komast hjá 80%. Orsakirnar eru margvíslegar og ég veit að ég svo sem eflaust að messa yfir kórnum hérna sko. En þær geta verið kerfislægar þar sem að ferlar eru í ólagi, flækjustigið hátt, vantar upp á samhæfingu, að skortur á auðlindum, mönnun og þjálfun. Orsakirnar geta líka verið tæknilegar þar sem að eitthvað fer úrskeiðis, upplýsingatækni kerfi eru ekki í lagi, heilsuupplýsingar rangar eða röng notkun á tækni. Þær geta auðvitað verið mannlegar þar sem að samskipti eru hugsanlega í ólagi, þreyta, kulnun og mögulega hugræn skekkja. Við vitum að við erum öll með innbyggðar einhverjar skekkjur sem að við mögulega vitum ekki af og sjáum það aðeins betur hérna eftir. Þessar orsakir geta auðvitað tengst sjúklingnum sjálfum. Það er ekkert endilega sjálfgefið að menn séu mjög heilsulæsir eða læsir á sjálfa sig. Þið þekki eflaust öll sjúklingar sem ekkert mjög meðferðarheldnir geta ekki gert það sem að þeir þurfa að gera sjálfir til þess að viðhalda eigin heilsu eða bara hreinlega vilja það ekki. Og svo er þetta auðvitað alls konar utanaðkomandi orsakir sem að geta snúist að það vanti stefnur, þessi ósamræmi í lögum og reglum, sem skortur á fjármagni, þekki það nú öll, eða náttúrutengdar áskoranir sem að geta verið af ýmsu tagi eins og til dæmis COVID-19. Og ég set hérna næst á þessa klæru skýrsluna, link á skýrsluna sem að ég er að vinna með hér. Nú, hér er önnur skýrsla sem er nýrri, hún er frá 2024. Hætta á skaða í heilbrigðiskerfi er meiri í vanþróuðurlöndunum. Hún er meiri hjá konum, hörundstökku fólki, minnihlutahópum og sjúklingum með fjölþættan vanda og hún er líka meiri hjá gjörgæslu og skurðsjúklingum sem þetta flækjustigið segir mögulega eitthvað til það. En svo vantar meiri og stærri rannsóknir segir Alþjóðaheilbrigðisstofnunin á ýmsum þáttum eins og geðheilbrigðissviði og tannlækningum. Ef við horfum bara á krónur og aura að þá eru efnahagslegar byrðar af skaða í heilbrigðisþjónustunni meðal annars mældar í auknum kostnaði kerfisins sjálfs og það er talið að 12,6% af kostnaði inn í heilbrigðiskerfinu sé út af einhverjum atvikum sem gerast einhverjum skaða. Þær eru þetta líka mældar í auknum kostnaði sjúklinga og framleiðslu og tekjutapi sjúklinga.
og þannig á heimsvísu verulegur áhugi fyrir því að fjárfesta í sjúklingaöryggi og koma í veg fyrir skaða vegna þess að rannsóknir sýna að ávöxtun slíkra fjárfestinga, ef við hugsum þetta bara eins og fjárfestar, mjög mikil. Nú, ef við horfum á heimsvísuna að þá gaf Alþjóðaheilbrigðisstofnunin út svona strategísk markmið og sem að snúast að gera betur og við sjáum að það að innleiða það eru mjög margir komnir af stað með að innleiða staðla og fá vottun á kerfi. Þannig en þarna verið að mæla í raun og veru hvað ríkin eru komin langt í því að innleiða þessi markmið sem að Alþjóðaheilbrigðisstofnunin setti sér og þetta bara eitt af mörgum. Þannig en við sjáum að það allavega, það talsverð hreyfing á þessum vettvangi sem við erum á núna í dag. Og hvað gera menn þá þegar þeir sjá að það hægt að gera betur? Að þá getur verið snjallt að hafa samband við alþjóðleg staðlasamtök sem að heita ISO. Þeirra markmið að búa til alþjóðlega staðla sem að sammæli og þetta snýst það eru 173 aðildarríki og hvert að fer með eitt atkvæði, þetta mjög lýðræðislegu vettvangur. Og þarna búið að safna saman öllum bestu sérfræðingum heimsins af því að það geta öll ríkin tekið þátt í því að búa til þessa staðla. Það eru búnar til sérstakar tækninefndir utan verkefnin og innan þeirra eru allar auðlindir. Þessar tækninefndir gera stundum samstarfssamninga við önnur hagsmunasamtök eða fagfélög. Og þessir sérfræðingar, þeir leggja þarna af mörkum þekkingu, reynslu, það verið að byggja á rannsóknum og þeir sammælast bestu lausnirnar. Þannig að þetta staðlar eiga alltaf að vera state of the art verkfæri sem að byggja alltaf á nýjustu og bestu þekkingu og rannsóknum og ættu þannig að vera bestu fáanlegu verkfæri sem hægt til að stýra til dæmis heilbrigðisstofnunum. Eða einhver öðru. Það til 70.000 staðlar í staðlabúðinni minni. En þessi tækninefnd sem að skrifaði þennan staðal, hún var samsett úr einhverjum tugum sérfræðinga sem að höfðu mjög ólíkan bakgrunn, komu alls staðar úr heiminum, frá ríku löndunum, frá vanþróuðu löndunum og hinum og þessum fagfélögum eða fögum. Og svo var gerður samningur þarna við ISQA sem International Society for Quality in Healthcare sem að þótti mjög mikilvægt í þessu verkefni vegna þess að menn vilja þetta bara gera eins og vel og hægt Og það tók 2 ár að skrifa hann staðal. Þannig að þetta var alveg og talsvert mikið unnið. Og mér langar að segja ykkur frá því að það ein af driffjöðrunum í tækninefndinni, ein af þeim sem að bjó staðalinn til. Við vorum saman á fundi daginn sem var kynning á þessum staðli og ég fyrir eitthvað að segja við segjum að þýðan hún mjög spennt. Hún búin að senda mér alveg rosalega mikið auglýsingum og ég ætla að segja ykkur frá því eftir hver hún Aðeins okkur hjá staðlaráði, við erum 8 manna vinnustaði með 6,7 stöðugildi, þetta pínlítið batteri. Við fáum rúmlega helming af tekjunum okkar í gegnum þjónustusamning við atvinnuvegaráðuneytið, tæplega helminginn fáum við með sölustaðla, aðildagjöldum og styrkjum til verkefna. Þannig að það kemur ekkert sjálfkrafa og við þurfum í alvörunni að sækja talsvert af sértekjum bara til þess að ég geti borgað laun og leigt húsnæði. Nú, við erum ekki ríkisbatteri, við erum hagsmunasamtök, erum ekki ríkisstofnun og það mjög mikilvægt vegna þess að á okkar vettvangi þá við virkjum alls konar sérfræðinga, bara alveg eins og ISO gerir með sína sérfræðinga inn í tækninefndum. Og akkurat núna til dæmis, ég segi ekki bara frá einu verkefni, þá erum við að endurskoða ákvæði 50 og eitthvað þolhönnunarstaðla sem að snúast það að mannvirki séu örugg og standist jarðskjálftaálag og snjóálag og þess háttar. Og
Það eru 25 sérfræðingar, mjög margir frá verkfræðistofunum en líka frá Veðurstofunni og Háskólanum og hinum og þessum sem eru að gefa vinnuna sína inn í tækni. Það fær engin borga fyrir að sitja í tækninefnd. Garðar veit að hann er búinn að sitja með mér alveg á fund eftir fund á kostnað Heilbrigðisstofnunar Vesturlands við þýðinguna. Þannig að hagaðilar út í feltinu, þeir eru tilbúnir til að taka þátt í staðlastarfi undir svona óháðum fána, skulum við segja. Og það er svona minni líkur á því að menn væri að vinna ókeypis fyrir ráðuneytin, svo það sé bara sagt. Þannig að við erum óháður vettvangur þeirra sem að haghafa af stöðlum og staðlanotkun. Við staðfestum evrópska staðla sem íslenska. Við tengjum okkar sérfræðinga við tækninefndir erlendis þegar að þeir þurfa að koma íslenskum hugmyndum á framfæri, nefni bara sem dæmi Carbfix. Þeir áttu sig á því sérfræðingarnir þar að það var verið að skrifa staðal föngun, förgun og bindingu á kolefni og þeirra hugmyndafræði var bara ekkert til umræðu á því borði. Þannig að þeir skrá sig í tækninefndina til að koma íslensku nýsköpunar hugmyndunum á framfæri inn í staðla sem að verða þá ráðandi viðmið í heiminum. Við gerum og tengjum sérfræðingarna við tækninefndir og evrópskir staðlar eru í þúsundavís hluti af löggjöfinni sem við erum að innleiða á Íslandi. Þannig að ég vildi stundum að stjórnvöld væru til að vinna aðeins betur með okkur í því að gera þessa hluti sýnilega, af því að ég veit að við erum pínu ósýnileg. En það er önnur saga. Nú, við gerum aðgengilega og seljum staðla, þýðum þá, veitum upplýsingar, kennum í háskólanum og eigum í samstarfi ótal hagsmunasamtök innanlands til þess að koma þessum frábæru verkfærum í notkun. Við eigum í samstarfi önnur staðlasamtökum allan heim til að þróa stöðlun í samræmi við þarfir samfélaga og núna snýst málið að við hættum að selja þessi PDF-skjöl sem staðlar eru og förum að búa til verkfæri sem að nýtast mönnum til þess að tryggja að kröfurnar séu uppfylltar og svona, Þannig að við erum að reyna að komast í áttina að framtíðinni. Nú, til hvers erum við að þessu? Rannsóknir benda til þess að hver króna sem nýtt í staðlastarfi 50-faldist. Ég fæ 100 milljónir frá ríkinu á ári en virðið er 5 milljarðar. Og þetta virði verður til vegna auðveldara aðgengis fyrir íslenskar vörur á erlendamarkaði sem eru mjög reglusettir með stöðlum, vegna hagkvæmni sem felst í notkun þeirra, vegna framleiðniaukningar, vegna aukinna gæða, virkni og þess háttar. Og þá er ótalinn samfélagslegur ávinningur sem varðar líf og heilsu fólks. Við erum ekki að telja það með í þessu. Við erum bara að telja beinharðar krónur og aura. Ekki mannslífin sem eru örugg af því að við erum með sérstakar reglur það hvernig við framleiðum og hönnum vinnupalla úr rörum sem að halda mönnum öruggum þarna einhvers staðar uppi og svo framvegis. 82% af okkar viðskiptavinum kaupa staðla til að hlíta löggjöf og 18% kaupa valkvæða staðla til þess að auka árangur, gæði, virkni, hagkvæmni og öryggi. Þannig að þetta erum við hér á landi, þetta pínu litla íslenska púsl í stóra samhenginu, stóra staðlapúsli heimsins. En þá getum við farið að horfa á staðalinn, ISO 7101. Ég gerði það vísvitandi að hafa forskeytin í mismunandi litum. IST þýðir að það er búið að staðfesta staðalinn sem íslenskan á Íslandi, þannig að hann er orðinn íslenskur staðall. ISO er svo alþjóðlega forskeyti, það þarf að hanga með líka því að hann er upprunninn þaðan. Númerið á honum er síðan 7101 af því að hann er inn í sérstakri röð af stjórnunarkerfistöðlum. 14.000 staðlarnir eru upplýsingatækni, 27.000 staðlarnir eru upplýsingatækni, 14.000 staðlarnir eru umhverfisstjórnun. Þannig að þessi númer þýðir öll eitthvað og svo er ártalið sem kemur út upphaflega. Þessi staðall er ekki bara ætlað spítölum, heldur öllum sem veita heilbrigðisþjónustu. Öllum einkareknum, klínikum, tannlæknastofum,
heilbrigðisstofnunum allt land, heilsustofnunum í Hveragerði og svo framvegis. Grunnurinn í þessum staðli sá sami og í öðrum stjórnunarkerfisstöðlum frá ISO. Í því felst að þegar búið að taka upp einn staðal, að þá mjög auðvelt að hengja aðra utan á. Ef við erum með 7101, þá erum við með grunninn í geðastjórnuninni og þá hægt að fara að hengja umhverfisstjórnun, eign- og viðhaldsstjórnun, stjórnun upplýsingaöryggis og þess aftar og þá alltaf búið að innleiða 60-70% af grunninum og hitt verður bara, ég stundum líkt þessu við jólatrí og það sé svona bara eins og að hengja jólakúlur á, það þetta kannski bara ekki rétta samlíkingin en allavega þá virkar þetta þannig og sami grunnur þýðir að það sama uppsetning á þeim og þá eru kaflarnir allir þeir sömu. Umfang, tilvísanir til staðla, hugtök og skilgreiningar, samhengið, forysta, áætlanagerð og þetta eru kaflarnir í öllum þessum stjórnunarkerfisstöðlum og svo þarf svo eru kaflar kröfur til rekstrar, mat á frammistöðu og svo umbætur. Nú, hann vottunarhæfur þessi staðall. Hann gerir ráð fyrir að séu gerðar neyðaráætlanir til að tryggja rekstraröryggi við náttúruhamfarir og öðrum orsökum. Þetta fyrsti ISO stjórnunarkerfisstaðallinn sem tekur til loftslagsmála. Og í honum að finna mjög sértækar kröfur til heilbrigðisstofnana til að þær geti sýnt fram á getu til að uppfylla stöðugt kröfur þjónustuþega, sem sé sjúklingana, hagsmunaaðila annarra og gildandi lag og reglugerða. Þessar kröfur eru hannaðar til þess að bæta upplifun þjónustuþega á meðan á umönnun stendur og bæta stöðugt gæði þjónustunar. Og honum ætlað að skapa og viðhalda ferlum sem tryggja örugga, árangursríka, skilvirka, sanngjarna og einstaklingsmiðaða umönnun sem kemur á réttum tíma. Þetta staðall sem í 10 köflum á 58 blaðsíðum, þannig að og hver einasta grein í honum hún alveg sérstakt viðfangsefni, skulum við segja. Þannig að það þarf alveg svolítið að vinna til þess að henda upp svona kerfi. Að því við vorum að tala um atvik áðan í tengslum við sjúklingaöryggi, að þá það auðvitað skilgreint í staðlinum. Atvik atburðir eða kringumstæður sem hafa valdið eða gætu valdið sjúklingi óþarfa skaða. Og þarna verið að tala um atburði eða tilvik þar sem að liggur við slysi. Það verið að tala um óæskileg tilvik og svo alvarleg atvik. Og þetta geta verið atvik sem að varða rangar lyfjagjöf, mistök í aðgerðum, sýkingar, rangar greiningar, ótryggar aðstæður, byltur eða föll, óörugga blóðgjöf, þrýstingsár, sigarrek, ef að klínískum leiðbeiningum ekki fylgt, röng auðkenning á sjúklingi eða ef að tækni bregst. Þannig að atvik getur verið af ýmsum toga. Sjúklingaöryggi líka skilgreint. Það umgjörð skipulagðra athafna sem skapa menningu, ferli, verklag, hegðun, tækni og umhverfi í heilbrigðisþjónustu sem stöðugt og sjálfbæran hátt dregur úr áhættu, dregur úr tíðni skaðlegra óhappa sem unnt var að fyrirbyggja, gerir mistök ólíklegri og dregur úr áhrifum þeirra þegar þau gerast. Og athafnir geta falið í sér mótun menningar, ferla, verklags, hegðunar, tækni og umhverfis í heilbrigðisþjónustu. Þannig að þetta mjög margþætt hugtak, sjúklingaöryggið. Nú, annað hugtak sem kemur talsvert við sögu einstaklingsmiðuð umönnun. Það nálgun við veitingu heilbrigðisþjónustu sem virkjar ekki bara sjúklingana, heldur líka fjölskyldur, umönnunaraðila og samfélög, þar sem horft til sértækra þarfa þeirra, upplifana og óska. Það mjög mikið gert með einstaklingsmiðaða umönnun í þessum staðli. Þetta sem sagt, og þarna verið að tala um upplifun þjónustuþega sem þarf að mæla með réttum hætti. Það þarna hugtak sem heitir compassionate care sem við þýddum samúðarík umönnun.
Þarna inngilding og fjölbreytileiki, heilsulæsi, samþætting heilbrigðisþjónustu og vellíðan starfsfólks þarna líka tekin með í reikningin. Öryggi sjúklinga skilgreint líka í staðlinum og í því felst, til að tryggja öryggi sjúklinga, þá þarf að halda út í skjalfestum ferlum sem eiga að tryggja öryggi sjúklinga á þeim sviðum sem heilbrigðisþjónusta veitt. Og þegar að tekin ákvörðun hvaða öryggismálum skuli huga að þá að styðjast við markmið og leiðbeiningar sem eru viðurkennd á landsvísu og alþjóðavísu, þannig að menn þurfa að vera að horfa mjög stórt á þessi hugtök. En til að tryggja öryggi við allar aðstæður þá á skipulagsheildin að hafa í huga samsetningu vinnuafls og jafnvægi í hæfni starfsfólks í samræmi við vinnuálag og tegund starfa. Það auðvitað fullt af fólki með mismunandi kunnáttu og hæfni sem að sinna sama sjúklingnum. Það þarf að skapa í annan stað teymismiða verkflæði með viðeigandi flæði upplýsingar sem felur í tilvísunarkerfi þar sem sjúklingar eru fluttir á tilhlýðilegan hátt til innlagnar á viðeigandi klíníska deildir og aðrar sérhæfðar heilbrigðisstofnanir, þar að segja ef það verið að fara með fólk eitthvað annað. Það þarf að leggja mat á upplifun og vegferð sjúklingsins. Í fjórða lagi hafa í huga fyrirliggjandi sérfræðiþekkingu og getu þeirra stofnana sem vísa sjúklingum annað og þeirra sem taka við sjúklingum, þarna aftur þeirra verið að færa fólk á milli staða. Og í fimmta lagi að skilgreina tilkynningakerfi fyrir alvarleg atvik. Og svo vísað í þarna kafla 6.1 sem segir til hvernig maður gerir það. Þannig að þetta, eins og við sjáum, bara á að ná utanum þetta allt saman. En svo auðvitað haldið áfram með sjúklingaöryggi. Það er ekki bara þessi skilgreining hér, heldur farið í það að skilgreina líka til þess að tryggja öryggi sjúklinga, þekkingu og nám í öryggi. Það er að segja þeir sem eru að sinna sjúklingunum þurfa að vita og kunna hvernig maður tryggir öryggi. Þarna sérstakur kafli auðkenni sjúklinga. Það sérstakur kafli öryggi lyfjagjafar, öryggi skurðaðgerða, sýkingavarnir og stýringu, forvarnir gegn byltum, þrýstingssárum og sigarreyki. Það er sérstakur kafli greiningaröryggi og sérstakur kafli blóðgjafir. Þannig að þetta er aldrei margt sem þarf að huga að. Nú, þessi tiltekni staðall 701, hann ólíkur, ég veit ekki, þeir sem að þekkja almenna geðastjórnunar staðalinn, eða kerfin sem að byggja á ISO 9001, að þeir þekkja að hvernig maður hringurinn sem að maður fer alveg stöðugt, maður gerir áætlanir, svo framkvæmir maður eitthvað og svo mælir maður og svo fer maður í svona umbótaverkefni og svo heldur maður áfram. Og þetta eru stöðugir hringir til þess að viðhalda virkni og viðhalda stöðugum umbótum. Það kallað PDCA á enskunni. Þessi staðall hann gengur miklu lengra í því að mæla það hvernig til hefur tekist. Og þarna alveg sérstaklega farið í það að kanna með viðurkenndri og áreiðanlegri aðferðafræði upplifun þjónustuþega og sjúklinga. Það þarf að meta þetta á öllum þjónustusviðum, það þarf að taka fullnægjandi úrtak og í þessu felst líka að fanga raddir ekki bara sjúklingana heldur fjölskyldnanna, umönnunaraðila og þeirra sem að koma að. Það þarf að tryggja að fólk sem að svarar spurningum það hvernig til hefur tekist sé læst til dæmis á tæknina sem verið að nota. Kannski læst til að byrja með og svo á tæknina. Passa upp á að fólk geti í alvörunni gefið þessar upplýsingar. Og niðurstöður þessara kannana eru síðan hluti af rýni stjórnenda og það fundagerðir sem að liggja eftir slíka rýnifundi. Það að tilgreina skýrlega hvað var til umfjöllunar og hver viðbrögðin voru. Þannig að það sé öruggt að umbæturnar séu alveg öruglega alltaf. Sé í alvörunni verið að rýna hvað mögulega hægt að gera betur og að halda síðan áfram, ákveða
hvað eigi að gera í framhaldinu til þess að koma í veg fyrir mistök eða gera betur með það sem að við erum með í höndunum. Nú, einstaklingsmiðuð þjónusta er svona kannski einn af hornsteinum þessa staðals. Hann gerir ráð fyrir að það sé beinlínis verið að rækta og hvetja til einstaklingsmiðaðar þjónustu. Við þurfum að byrja á því að greina þarfir hópsins sem við erum að þjóna og koma á ferlum og verklagsreglum sem að tryggja einstaklingar séu þarna í brennidepli. Og þegar við erum að kortleggja með heildstæðum hætti svona ferli, þá gæti það litið svona út. Hérna erum við með fyrstu snertingu, það er að segja eitthvað sem að, það er einhver sem er með einhverja kvilla, skulum við segja. Hann er mögulega lagður inn og svo þarf að halda á að taka, hann þarf að fá tíma hjá einhver staðar til að halda áfram að rannsaka. Hann þarf að fá fræðslu, hann þarf mögulega lyfjameðferð. Það þarf að huga að því hvernig málsmeðferðin er háttað og svo er hann útskrifaður og fær svo einhverja eftirfylgni. Og í svona ferli þá þarf að greina sérstaklega þá staði þar sem að hægt er að leggja sérstaklega áherslu á einstaklingsmiðaða þjónustu. Það er að segja hvar í þessu ferli getum við svona pínu tekið sjúklingin í fangið og svona þannig að hann finni að við erum með honum í liði, sko. Og þátttaka heilbrigðisstarfsfólks í kortlagningu á svona ferli er algjörlega krúsjál vegna þess að svona stjórnunarkerfi er ekki einkamál stjórnenda. Þeir eru samvinnuverkefni okkar allra. Og ég get alveg sagt ykkur, við höfum sjálf hjá Staðlaráði, þessum pínlitla vinnustað, komið okkur upp gæðastjórnunarkerfi sem að við fáum vottun á. Og það að menn séu með í því að kortleggja ferlana og skrifa verklagsreglurnar býr til svona svolítið bæinn. Menn eiga þá hluta af kerfinu og vilja mjög mikið viðhalda þessu og halda þessu góðu og passa upp á þetta sé í lagi og halda einhvern veginn áfram. Þetta er mitt, ég á þessa reglu og ég ætla að hafa henni í lagi. Það er þetta. Þannig að það er mjög mikilvægt að það komi allir að. Samanburður á 9.1 og þessum 7.1 og vinkona mín, dóttir Angela McCaskill, sem er sú sem tók þátt í að skrifa staðalinn upphaflega. Hún tók þetta saman, gerði þessa samantekt og þennan samanburð. Hérna sjáum við að 9.001, hann er meira hugsaður fyrir framleiðslu fyrirtæki, þjónustu og svona einfaldari hluti. Þarna er áhersla á gæðastefnu, viðskiptavini, þarna er fjallað auðlindir, þekkinguna skipulagsheildarinnar, hönnun og þróun á einhverju vöru eða þjónustu, utanaðkomandi birgja og þess aftar, á meðan að staðallinn sem við vorum að þýða, hann tekur mið af alveg sértækum áskorunum heilbrigðisgeirans. Hann tekur á mannekluvanda, hann tekur á öldrun samfélaga og heimsfaraldrum. Hann stuðlar að einstaklingsmiðaðri, öruggri og sanngjarnri þjónustu, það sem er mjög rík áhersla á svona örugga, árangursríka og sanngjarna þjónustu við þjónustuþegana, sjúklingana og sérstök áhersla á upplifun þeirra á þjónustunni sem þeir fá. Hann gengur talsvert lengra varðandi áhættustjórnun og skráningu. Hann leggur meiri áherslu á mannauð og gildi og starfsleyfi séu í lagi og hæfnisprófanir og þess háttar. Þannig að hann er miklu sértækari og nú var hann að vinna með okkur, hann Sigurður Sigurðsson, framkvæmdastjóri lækninga á Heilbrigðisstofnun Vesturlands. Hann kom á og held alveg örugglega, hann hafði komið á ISO 9001 gæðastjórnun á sjúkrahúsinu á Akureyri og rak það kerfi í mörg ár og hann segir það alveg himinn og hafa milli hvað þessi nýji staðall er einhvern veginn er miklu auðveldara að nota hann af því að hann tekur á bara nákvæmlega, það þarf ekki að fara að túlka, hvað er aftur
hvað aftur þetta og einhvern veginn yfirfæra það yfir á heilbrigðisþjónustuna, heldur bara heldur leggst hann bara beint ofan á hana. Þannig að það er frábært. Svo er hluti af því að viðhalda þessum hring sem við vorum að tala áðan, þessum virknihring, þar sem stöðugt er verið að leita tækifæra til þess að bæta þjónustuna. Þá eru innri úttektir alveg gríðarlega mikilvægt. Það þurfa að vera innri ekki endurskoðendur heldur úttektaraðilar innan kerfisins sem að setjast reglulega niður og yfirfara ferlana og skoða frávikin og þú veist, eru alveg á fullu að leita þessara leiða vegna þess að það er ekki nóg bara að bíða eftir vottunaraðilunum að hann segir manni að það sé mögulega hægt að gera eitthvað betur. Tilgangur með innri úttektum er að rýna reksturinn, aðstoða stjórnendur við að tryggja skilvirkt eftirlit og reglufylgni og þarna er mikil áhersla á að bæta þessi innri ferla. Menn eru að fara í innri úttektum er verið að skoða áhættustýringuna, það er verið að skoða reglufylgni, það er verið að skoða stjórnarhætti, það er verið að auðkenna óhagkvæmni í rekstri, af því að það er eitt af því sem að þessi staðall gefur, hann gefur hagkvæmni vegna þess að það er verið að gera hlutina með sama hætti aftur og aftur og ekki einhvern veginn, dagsformið ræður því ekki hvernig hlutirnir eru gerðir, heldur ferlarnir. Þessar innri úttektir eru gerðar fer eftir í svolítið bara hvað ræðir, alltaf ársfjórðungslega en geta verið árlega og það er gæðaráð yfir stjórn og framkvæmdastjórn sem að fær þessar upplýsingar til þess að rýna þær og taka ákvarðanir hvað er hægt að gera betur. Á meðan ytri úttektirnar eru og þessar innri úttektir eru gerðar eftir þessum staðli þarna ISDN ISO 19011 sem er bara staðall það hvernig maður gerir innri úttektir. Á meðan vottunaraðilarnir þeir þurfa að vera faggiltir og það er dálítið mikið faggilding er alveg svolítið mál en þeir eiga líka að vera sérfræðingar í kerfunum sem þeir að taka út, þannig að þetta þarf að vera einhver sem hefur vita á heilbrigðisþjónustu. Það getur ekki bara hver sem er farið þarna inn sem er vanur að taka út frystihús eða eitthvað svoleiðis. Þannig að en í því felst að ytri úttektirnar snúast að staðfesta að kerfið sem búið er að koma upp sé í samræmi við kröfurnar úr staðlinum og að það virki. Það er raun og veru virkni úttekt. Sem virki eins og lagt er af stað með. Og þarna er verið að staðfesta samræmi við lög og reglur og samninga og aðrar kröfur, trúveruleika, upplifun þjónustuþega og þess háttar. Þannig að og vottun gildir í 3 ár en svo eru gerðar viðhaldsúttektir á hverju einasta ári. Þannig að það er komið í aðeins smærri úttektir, teknar stikkpröfur og þannig er þessu haldið lifandi. Nú, hvað gæti svo sem klikkað? Það er auðvitað alls konar, en það sem að þessi staðall krefst er raunveruleg forysta og skuldbinding stjórnenda til þess að fara í þessa vegferð. Þetta er vinna sem að skila sér á endanum, en þetta er vinna á meðan á því stendur. Það sem gæti klikkað líka er ef að menn hafa ekki nægar auðlindir, ekki nægan tíma eða ekki nóg mikið af fólki eða ekki nóg mikið af peningum til þess að gera sem þarf að gera. Mótstaða við breytingar eru auðvitað þekkt þegar á að fara að breyta einhverju þá myndast oft mótstaða því að við kannski bara erum þannig gerða, við viljum gera hlutina eins og við höfum alltaf gert á. Skjalfestingarvandi getur verið vandamál. Það þarf að passa sig á því að skjalfesta ekki of lítið af því að við þurfum að ná umfanginu en ekki of mikið heldur af því að kerfið á að vinna fyrir okkur en ekki við fyrir kerfið. Færni og þjálfun og þá sérstaklega þeir sem eiga ferla og innri endurskoðendur það þarf í alvörunni þjálfa þá upp, kenna þeim að gera úttektirnar. Það getur, ef það er ekki í lagi þá gæti það klikkað. Tengingar
raunverulegra ákvarðana og við gæðamarkmið og árangursmælingar getur líka verið vandi. Það er að segja þegar að ef við tökum ekki réttar ákvarðanir það hvernig við ætlum að leiðrétta frávikin og þess að það getur verið vandamál líka að virkja innri úttektirnar til þess að búa til umbótaverkefni. Ef við náum einhvern veginn ekki að lesa út úr því sem að hefur farið úrskeiðis eða því sem hægt að gera betur og virkja það yfir í raunverulegar aðgerðir sem að gera kerfið þá betra og auka þá öryggi sjúklinga. Ef að menn er að vinna með of marga staðla, ég nefndi hérna áðan að það er svo auðvelt að hengja utan á, þeir komið hérna grunninn í gæðastjórnunarkerfinu og það er hægt að setja 14. stöðina sem er umhverfisstjórnin og það er hægt að setja upplýsingatæknina og það er hægt að setja eigna- og viðhaldsstjórnina. Það getur líka verið vandamál ef það er orðið of mikið umfang. Það kortleggja væntingar hagsmunaaðila og afla sönnunargagna getur alveg verið hérna áskorun. Það er að segja að fá nógu mikið af góðum alvöru upplýsingum inn í rýnina til þess að geta tekið ákvarðanir framhaldið. Það getur alveg verið líka áskorun að velja viðeigandi stýringar á upplýsingaöryggi ef við erum að vinna með það og halda utan um sönnunargögn og viðhalda vitund og þjálfun yfir tíma. Það þarf að halda svona kerfi lifandi og það þarf að tala það reglulega og það þarf að miðla upplýsingum það hvernig við gerum hlutina og það kemur nýtt fólk og það þarf að skilja menninguna og kúltúrinn sem við erum að vinna með. Þannig að það er líka vinna. Og svo þetta viðhalda kerfinu eftir vottun. Það er rosalega gaman að skrifa allar verklagsreglurnar og koma allir í gagnið og gera nokkrar innri úttektir áður maður fer í vottun en svo bara tekur daglega lífið við og þá þarf einhvern veginn að það getur líka verið áskorun að viðhalda því. Þannig að já, það er auðvitað þetta gerist ekki sjálfu sér, skulum við segja. Ég tók saman aðeins bara til að sýna ykkur svona mögulega vegferð inn í það að búa sér til svona kerfi og fá vottun á það. Að í upphafi þá þarf að undirbúa hlutina rosa vel. Yfirstjórn þarf að setja sér og staðfesta markmið, umfang og fjármögnun. Það þarf að tryggja peningi í þetta. Hún þarf að skipa stýrihóp og verkefnastjóra. Það þarf að fara í gloppugreiningu, gap analysis og kortleggja helstu áhættur og tækifæri. Það þarf að kortleggja hagaðila og viðeigandi lagakröfur. Það þarf að ákveða hvaða mælikvarða við ætlum að nota og hvernig við ætlum að sýna árangur inn í kerfinu. Þetta er svona undirbúningur. Það er sem yfirstjórnin tekur utan verkefnið og ákveður hvernig hún ætlar að gefa það. Svo þarf að fara í að hanna kerfið og þar þarf að skilgreina stefnur, varðandi gæði, öryggi og vinnuvernd. Það þarf að skilgreina umfang kerfisins, til dæmis hvort að rannsóknarstofunar eiga að vera inn í því eða fyrir utan það eða þið vitið, það er svo margt að gerast í heilbrigðiskerfinu öllu að það þarf svolítið að ákveða hvar við ætlum að stoppa með þetta kerfi. Það þarf að móta verklag og í því felst skjalastjórn og áhættustjórnun, frábrigði, það er þessi frávik, hvernig við ætlum að fara í leiðréttandi aðgerðir, hvað byrgja við erum að nota og hvað kröfur við gerum til þeirra, hvernig innri úttektir verða gerðar og hvernig við ætlum að meta árangur. Og svo þurfum við að setja okkur markmið og ákveða árangursmælingarnar og tengja þær áhættu og hagsmunaaðilum. Þannig að þetta er svona hönnunin á kerfinu. Svo þarf að fara í það að innleiða kerfið inn í deildirnar og fræða mannskapinn og fá hann með líka, keyra markvissa fræðslu fyrir ferlaeigendirnar, þá sem að eiga ferlana og ætla að passa upp á að þeir séu örugglega alltaf up to date. Það er ágætt að prófa ferli í litlum lotum og laga þau áður en þau eru tekin í notkun og tryggja skjölun sem að inniheldur mælingar og fundagerðir og alls konar skráningar séu örugglega í lagi. Svo þarf að reka kerfið og tryggja öll sönnunargögn séu til staðar, þannig að þegar vottunaraðilinn kemur þá geti hann spurt, já, sýndi mér nú hvernig fór nú með eitthvað mál. Þarna erum við að safna mælingunum okkar, rýna frávikin, ef eitthvað fer úrskeiðis, að þá þarf að rýna það sérstaklega
framkvæma leiðréttandi aðgerðir með rótagreiningu og þá bara, þá bara setjast með niður og segja bara, ok, hvað gerðist hérna og af hverju gerðist það? Og hvernig ætlum við að leiðrétta þetta og hvernig ætlum við að koma í veg fyrir að hlutin gerist aftur? Þannig að þessi ferli snúast í raun og veru bara það. Svo þarf að keyra prófanir þar sem það á við og meta árangur. Og það er yfirstjórnin sem að metur árangurinn og byggir á gögnum og umbótaverkefnum. Þannig að þetta er svona reksturinn á kerfinu og það haldi utan svona sönnunargögnin sem að sýna hvað við erum að gera. Innri úttektirnir eins og ég sagði áðan eru mjög mikilvægar og leiðréttingarnar sem að við förum í þegar við sjáum að eitthvað fer úrskeiðis. Og þá er í raun og veru bara komið að vottuninni, það er að segja að fá faggiltan vottunaraðila til þess að koma og taka út kerfið og meta hvort að það er í samræmi við kröfur staðarins. Þetta er einhverjum svona samræmismat sem að fer fram. Og þegar að vottun er lokið og við mögulega fáum einhver frábrigði, eitthvað sem er ekki alveg í samræmi, þá fáum við skýrslu sendað það og við fylgjum því eftir, lagfærum það og lokum. Ég var í svona vottunar úttekt bara í síðustu viku og ég fekk skýrslu strax daginn eftir og það var eitt frávik hjá okkur sem við þurftum að laga og við bara förum í það skilgreina hvernig við ætlum að laga það, hvernig við ætlum að breyta verklagsreglunum þannig að hlutirnir gerist ekki aftur og þá er hægt að gefa út vottunarskírteini. Nú, ég er alveg verið búin. Mismunandi aðilar í kerfinu hafa mismunandi hlutverk. Yfirstjórnin, hún ber ábyrgð á stefnu, markmiðum, fjármögnun og árangursmati. Verkefnisstjórinn, sá sem heldur utanum verkefnið, IMS er Integrated Management stjórinn, það er að segja sá sem að samhæfir allar áætlanir og sér til þess að skjölun sé í lagi og eftirfylgnin. Ferlaeigendurnir hanna og reka ferlana, þeir mæla og taka þátt í að skilgreina umbótaverkefni. Innri úttektaraðilnir, við erum búin svolítið farið það, þeir hafa, þetta eru óháðar úttektir samkvæmt áætlun og það þarf að ákveða. Við ætlum að vera með, við erum með 10 ferla og við ætlum að taka út árlega og það er okkur mismunandi ársfjórðungum og það þarf að passa upp á að það sé allt í lagi. Mannauðinn þarf að þjálfa og hann þarf að fræða. Það þurfa allir að vera með í þessu. Og svo ef við erum með upplýsingatækni eða öryggisstjóra eða vinnuverndarfulltrúa, þá hafa þeir skilgreint hlutverk í kerfinu líka. Þannig að þetta, eins og ég sagði áðan, þetta er samvinnuverkefni allara sem að koma að og líka sjúklingana og aðstandendana og þetta er við erum að reyna að búa til heildstætt kerfi. Ég skrifaði leiðbeiningar, stuttar leiðbeiningar innleiðinguna og þær eru að finna inn á vef Staðlaráðs. Ef þið viljið skoða það eitthvað betur, það er ágætt að hafa það til hliðsjónar sem er svona kannski bara ítarlegri yfirferð á þessu hér. Þar sem að við bara svona förum svolítið í það hvað þarf til og hver hefur hvað hlutverk og þess að þar. Þannig að ég bara hvet ykkur til að skoða það. Og svo aftur fagstjórnin sem stýrði verkefninu, Sigurður Sigurðsson, framkvæmdastjóri lækninga á Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Hulda Gest sem er framkvæmdastjóri hjúkrunar, Garðar Jónsson geðastjóri, Anna María Káradóttir lögfræðingur í heilbrigðisráðuneytinu og svo var ég ritari hópsins og hélt utan þetta með þeim. Og svo langar mig til þess að nefna hana vinkonu mína, Angela McCaskill, sem að er ein sprautan í því sem að gerði staðalinn. Hún, ég hvet ykkur til að fylgja henni á LinkedIn vegna þess að hún er bara í hverja einustu viku að setja inn einhverjar upplýsingar einhvern hluta af staðalinnum þar sem hún er að kafa ofan í og hún er alveg endalaus uppspretta bæði af fræðslu og hvatningu. Þannig að mér langaði nú svo sem bara nefna hana hér og hvetja ykkur til þess að fylgja henni á LinkedIn svona allavega þeir sem að farið í þessa vegferð. Svo var ég að velta fyrir mig hvort við ættum ekki bara aðeins að standa upp og fá okkur kaffi áður en að Garðar Jónsson segir okkur frá því hvernig hann ætlar að gera þetta fyrir vestan.
Er það ekki? Eigum við að koma tilbaka svona 5 mínútur í?
Verið velkomin og ég segi bara til hamingju með daginn. Þetta stór dagur, finnst mér. Það algjört þrekvirki að standa hérna með nýútkomna íslenska þýðingu af þessum staðli sem kom út bara rétt fyrir 2 árum síðan. Þannig að það segir bara hvað það mikill metnaður hjá okkur öllum. Og að mínum mati hvað það mikil þörf á þessum staðli í íslensku heilbrigðiskerfi. Og ég ætla svona kannski, mitt erindi verður svona svolítið þannig að fara svona kannski aðeins dýpra ofan í staðlinn og líka segja ykkur frá sem sagt fyrir að fyrsta Heilbrigðisstofnun Vesturlands. Hvað það? Og hver erum við? Hvað erum við að gera? Ég ætla að fara yfir svona upphafið að gæða vottunar vegferð HFE. Heilbrigðisstofnun Vesturlands skammstafað HFE. Og fara aðeins yfir sem sagt staðalinn ISO 7101, svona kannski taka úr honum svona einstaka þætti sem að mér finnst skipta verulegu máli í starfsemi heilbrigðisstofnana og í bara heilbrigðisþjónustunni. Segja ykkur frá gæðastefnu HFE, hvernig við svona útbjökum hana og hvers vegna HFE, hvers vegna ætlar HFE að innleiða þennan staðal og fá gæðavottun. Og ætla ég þá að svona hefja leikinn og aðeins að segja ykkur frá stofnuninni. Heilbrigðisstofnun Vesturlands sem sagt nær yfir mjög stórt svæði, það að segja landfræðilegt svæði. Það sem sagt allt Vesturland og fer aðeins yfir gamla Norðurland vestra, það að segja Húnaþing vestra, fer alveg út á Vestfirði, það að segja Hólmavík. Þannig að í Heilbrigðisstofnun Vesturlands eru raunverulega 3 megin málefnissvið. Það heilsugæslusvið, það hjúkrunarsvið og það sjúkrasvið. Hver þessara sviða með sérstaka fjárveitingar og þannig að í raun má kannski segja og setja þetta þannig upp að þetta svona 3 mismunandi stofnanir sem innan HFE. Við erum með margar starfsstöðvar, það eru 8 starfsstöðvar, heilsugæslustöðvar á öllum stöðunum. Við erum með auk þess hjúkrunardeild á Hólmavík, hjúkrunardeild á Hvammstanga, hjúkrunarheimilið Silfurtún í Búðardal, hjúkrunarheimilið Systraskjól í Stykkishólmi og að auki erum við með sjúkrasvið á Akranesi og Stykkishólmi. Akranesi eru 3 sjúkradeildir, lyflækningadeild, handlækningadeild og svo kvennadeild, fæðingadeild. Og á Stykkishólmi endurhæfing háls- og bakdeild. Þannig að þetta svona lítillega okkur, hjá okkur starfa, ég nú ekki með alveg töluna, ef ég man það rétt, svona upp undir 400 manns í aðeins færri stöðugildum. Þannig að í sjálfu sér þetta viðamikil stofnun, viðamikil starfsemi sem að þarna fer fram. Og við náttúrulega að sjálfsögðu höfum verið að vinna í samræmi við gæðaþróun í heilbrigðisþjónustu sem að embætti landlæknis hefur þróað og gefið út, sem að nær frá 2019 til 2030. Að sjálfsögðu vinnum við í því þannig að gæðamál innan HFE ekkert nýtt per se. En það metnaður samt sem áður fyrir gæðamálum. Heyrið í mér, ég stundum fer frá mikrofónum. Já, okay. Það metnaður fyrir gæðamálum á HFE að árið 2024 tók framkvæmdastjórn HFE ákvörðun það að innleiða þennan staðal sem við erum að fjalla í dag, ISO 7101.
Auðvitað væri réttast hjá mér að segja IST, ISO 7101, en svona til að auðvelda þá segi ég bara ISO 7101 og hann frá 2023, ég held í október 2023. Og það mikill áhugi og metnaður að efla og tryggja gæði þá í allri starfseminni. Ekki bara heilsugæslu eða ekki bara sjúkrasviðinu eða hjúkrunarsviðinu, nei, alveg í allri starfseminni sem við erum með. Og það alveg verkefni út af fyrir sig, alveg pakki, en við erum alveg tilbúin til þess að taka þann slag. Við höfum bara vilja og metnað til þess að gera það. Og það svo mikill áhugi. Það svo mikill áhugi hjá framkvæmdastjórn og fullt af fólki, stjórnendum, öðrum starfsmönnum innan HFE að efla gæðavitund og tryggja gæði þá í allri þjónustunni. Gæðastjóri, ég var ráðinn í fullt starf á síðasta ári, ég byrjaði í júlí síðasta ári, til að fylgja þessu eftir og tryggja að innleiðingin verði farsæl og sjá til þess og halda utan verkefni, efla gæðavitund, meta þjónustugæði og sinna öðrum árangursmælingum meðal annars. Og þó að ég hafi verið þarna ráðinn gæðastjóri í fullstarf, að sjálfsögðu hafa verið gæðastjóri þarna áður, en þau gæðamál hafa verið unnin samhliða öðrum störfum. Upphafið. Þetta hófst svona, eða þessi hugmynd sem sagt varðandi 7101 eða gæðavottun yfir höfuð. Hún hófst svona eiginlega í framhaldi af úttekt embættis landlæknis á heilsugæslusviði HFE. Það voru ýmis úrbótaatriði sem að koma fram eins og gengur og gerist í niðurstöðum þessar úttektar og HFE hefur lagt metna sinn í að framkvæma þessar úrbætur og vildi gera betur og að umbætur eru gerðar í gæðamálum sem að næðu til allra sviða, allra málefnasviða. Þannig þetta svona, þannig hófst þetta. Við erum með hérna úrbætur, við að sjálfsögðu viljum laga, við viljum gera betur og bara ennþá betur. Við viljum bara tryggja gæðin sem sagt á öllum okkar sviðum. Og eins og ég sagði áðan, þá hefur HFE ávallt sinnt gæðamálum og eins og aðrar heilbrigðisstofnanir þá HFE með gæðahandbók með skráðu verklagi. Yfir 300 gæðaskjöl eru í þessari gæðahandbók með skráðu verklagi, það með leiðbeitingum, gátlistum og tengdum skjölum og ætlað að tryggja faglega, samfellda og skilvirka þjónustu. Og svo kannski þá kom einhverju spurningur og segja, en býtu þið eru með gæðahandbók og annað þvílíkt, hvers vegna þá innleiða gæðastjórnunarstaðalinn í svo 7101? Og það hérna kannski góð spurning en kannski auðvelt að svara. Staðallinn hafa þróaður að þverskurði sérfræðinga eins og Helga Sigrún nefndi hérna áðan, sem best þekkja til starfsemi í heilbrigðisþjónustu út allan heim. Áhersluþættir staðalsins eru því viðurkenndir sem sagt af þessum hópi sérfræðinga. Gæði heilbrigðisþjónustunnar eru því talin best tryggð með því að uppfylla þessar kröfur í staðlunum og við viljum á HFE leggja áherslu á þessa sömu þætti í starfseminni hjá okkur eins og þessi viðurkenndi staðall gerir. Við teljum bara að hann sé bara besti leiðarvísirinn fyrir okkur til þess að nota, til þess að tryggja gæði í okkar þjónustu. Staðallinn, eins og ég sagði áðan, var gefinn út í
október 23, rétt fyrir 2 árum. Kröfur staðarins eru því í takt við tíman, takt við nútíman. Og það er ekki síst það að HFV vill uppfylla nútíma kröfur gæðastjórnunar sem eru alþjóðlega viðurkenndar fyrir heilbrigðisþjónustuna. Þannig að við erum ekki að tala einhverja svona gamlar hugmyndur verklag. Nei, þetta svona, það búið að nútíma greina þarfirnar sem að kristallast svo í þessum staðli sem að mér finnst nefnilega alveg frábært og ég ætla aðeins að sýna ykkur það hérna á eftir svona dæmi það. En hérna í staðlinum þá kemur þetta fram að markmið gæðastjórnarkerfisins og heilbrigðisstofnunum meðal annars að skapa menningu gæða sem hefst með öflugri yfirstjórn og það hérna akkúrat það sem að Helga Sigrún nefndi hérna áðan að það þarf að vera öflugur stuðningur yfirstjórnar eða framkvæmdastjórnar til þess að þetta allt saman geti gengið og hérna ég get alveg fullvissað ykkur það að á HFV slíkur stuðningur alveg 100%. Það að tileinka sér einstaklingsmiðaða nálgun í heilbrigðiskerfi þar sem virðing, samkennd, samþætting þjónustu, jöfnuður og reisn í fyrirrúmi. Þetta eru svona göfugildi sem eru sett í staðalinn og sem að mér finnst bara hlýnar hjartarætur þegar ég sé þetta. Greina og bregðast við hættum. Það þarf náttúrulega að áhættumeta í starfseminni og koma með forvarnir, viðbragðsáætlanir og svo framvegis og það þarf að bregðast við þeim hættum sem að leynast í starfseminni og tryggja öryggi og vellíðan þjónustuþega og starfsfólks. Tryggja öryggi og vellíðan þjónustuþega og starfsfólks. Þjónustuþega og starfsfólks. Við megum ekki gleyma því. Það er líka verið að hugsa starfsfólkið og þetta líka göfugt. Nú að stjórna veitingu þjónustu með skjalfestum ferlum og skjalfestum upplýsingum. Það hérna það auðvitað sem að skipta máli. Við þurfum að skrá verklagið. Allir verða að þekkja verklagið og það þarf að vera aðgengilegt í gæðahandbók og svo framvegis. Og við þurfum að auðvitað vakta og meta klíníska og ekki klíníska frammistöðu starfseminnar. Og þegar verið að tala hérna klíníska og ekki klíníska, við öll þekkjum við hérna klíníska, en oft fæ ég spurningu hérna hvað eru ekki klínísk starfsemi innan heilbrigðisstofnunar. Það náttúrulega bara mjög margt. Það náttúrulega öll fjármálastjórnin, það eru móttökuritarar. Ég þekki til hérna Grensásdeildar Landspítalans og þar fer fram klínísk starfsemi en þar líka félagsráðgjafi sem er náttúrulega ekki klínísk starfsemi. En hann hluti af náttúrulega þessari starfsemi þannig að þetta þarf að ná til allrar þessari starfsemi. Það að vinna að stöðugum umbótum á ferlum árangri. Það eru stöðugur umbætur. Það náttúrulega svona í öllum stöðlum og það skiptir máli að við séum alltaf að viðhalda gæðastjórnunarkerfinu og það eru stöðugur umbætur. Við þurfum að greina það sem betur mætti fara. Það kannski komið upp mistök, við verðum að læra þeim og bæta úr. Það skiptir allt saman öllu máli Og þarna kemur þetta fram í inngangi staðalsins. Vildi bara svona aðeins sýna ykkur það. Heilbrigðiskerfi og skipulagsheildir af öllum stærðum og gerðum, aðhyllast menningu gæða og stöðugra umbóta
með það að markmiði að veita örugga, árangursríka, skilvirka og einstaklingsmiðaða þjónustu á réttum tíma. Og svo kemur fram þarna sem að ég gleymdi reyndar að rauðmerkja, einnig sé gætt að jafnrétti, sanngirni og hagkvæmni. Hagkvæmni í þessum staðli sé ég hagkvæmni í fyrsta sinn í stöðlum. Ég er alltaf að tala um skilvirkni, effectiveness, en efficiency er þarna. Og það er bara alveg ástæðan fyrir því að hagkvæmni er sett þarna inn. Og það er bara út af því einfaldlega að heilbrigðisþjónusta á næstunni, bara í framtíðinni verður enn meiri þörf fyrir heilbrigðisþjónustu og hún verður alltaf dýrar og dýrar. Það er sem sagt mikil tækni, dýr tækni sem að verið að innleiða inn í þjónustuna, hún verður dýr og alltaf dýrar og dýrar ef að ekkert er að gert. Þannig að þess vegna er þessi staðall, hann hvetur til hagkvæmni í rekstri heilbrigðisstofnana. Það skiptir mjög miklu máli að átta á sig á því og setja upp verklag varðandi það. Að reyna ávallt að finna ekki bara að heilbrigðisþjónustan sé skilvirk, heldur að hún sé ávallt hagkvæm. Meginatriði staðalsins, þetta er náttúrulega ekki tæmandi upptalning, þannig séð. Þið verða að fyrirgefa, ég bjó til þessa glæru áður en að staðallinn var þýddur. En þannig að ég tek nokkra kafla þarna, undirkafla, til þess að sýna ykkur, það er context of the organization, það er að segja bara samhengi skipulagsheildarinnar, foristan, planning, áætlanagerð, support, stuðningur, service, user communication og svo framvegis. En það sem er kannski sérstakt ekki síst við þennan staðal ISO 7101 að það er þetta sem er rauðleitrað. Það er service communication, það er stöðugt samtal, það er sem sagt upplýsingamiðlun og samtal milli þjónustuveitenda og þjónustuþega. Það skiptir miklu máli og samtalið þarf að vera á báða vegu. Þjónustuveitandi þarf náttúrulega líka að vita hvernig þjónustuþeganum líkaði þjónustan, upplifun þjónustunar. Þannig að það er eitt people-centered care, eins og þeir kalla þetta á ensku, eða notendamiðuð þjónusta, eða einstaklingsmiðuð þjónusta eins og mér minnir að við höfum þýtt þetta. Einstaklingsmiðuð þjónusta finnst mér vera rauður þráður í gegnum þennan staðal, algjörlega. Compassionate care. Mér finnst þetta alveg dásamlegt að þetta skuli vera komið í staðal. Að það sé eitt af kröfunum að í heilbrigðisþjónustu fari fram compassionate care, samúðarík umönnun og með öllu því sem að því fylgir. Health literacy, heilsulæsi og það líka skiptir máli. Það er líka hluti af því að gera starfsemina skilvirka. Það er að efla heilsulæsi notenda þjónustunnar eða fólksins í landinu, efla heilsulæsi, þannig að það þekki betur heilsuna og frávik í heilsu og svo framvegis. Þannig að það bara sem dæmi að það sé ekki bara hoppa til læknis út af einhverju kannski smáatriði sem hefði ekki þurft að vera ef að viðkomandi þekkti einkennin og svo framvegis. Þetta er bara eitt dæmi, lítið dæmi.
Og workforce well-being, velíðan á vinnustánum, alveg dásamlegt að sjá líka í þessu staðli og að sjálfsögðu síðast en ekki síst patient safety, sjúklingaöryggi, sem að Helga Sigrún fór aðeins yfir hérna áðan. Og að endingu þá hérna kemur hérna þessi hringur hérna yfir sem að ég undirstrika eins og ég var að nefna hérna áðan, efficient, þannig að hagkvæmni. Þannig að kerfið á ekki bara að vera skilvirkt, effektivt, eins og flestir staðlar eru með þetta, en líka hagkvæmt. Nú, gæðastefna Heilbrigðisstofnunar Vesturlands. Þetta ný gæðastefna, við útbjugum hana bara í fyrra, var gefin út í september 2024. Þetta var ekkert svona, já, við lögðum mikla vinnu í þessa gæðastefnu, mikla vinnu. Við greindum staðalinn og fundum áherslu þætti staðalsins, fyrst og fremst, drógum þá út og raunverulega settum þessa áherslu þætti í gæðastefnuna. Þannig að sko gæðastefnan þá orðin svo góð og mikilvæg leiðbeining fyrir okkur í innleiðingarstarfinu sem að allir geta séð og allir geta skoðað og átta sig á hvar svona áherslan þarf að vera varðandi innleiðinguna og í gæðastjórnarkerfinu og í starfseminni. Og það náttúrulega fyrir að fyrsta að hérna HVE lofar því að leggja áherslu á framúrskarandi þjónustu við þjónustuþega og aðra hagaðila á öllum sviðum starfseminnar. Og að sjálfsögðu virðum við lögbundnar kröfur og önnur stjórnvaldsfyrirmæli sem eiga við starfsemi okkar og vinnum í samræmi við okkar gildi sem virðing, traust og fagmennska. Við tryggjum gæða og öryggisvitund á öllum stigum þjónustunnar. Já, við ætlum að gera þetta á öllum stigum þjónustunnar. Og vinnum í samræmi við alþjóðlega staðalinn ISO 7101 frá 2023 gæðastjórnun í heilbrigðisþjónustu. Við mætum kröfum staðalsins í hvívetna og setjum í öndvegi 8 lykilþætti, öndvegisþættinir. Öndvegisþættinir okkar eru áherslu þættinir í staðlinum. Öryggi, það raunverulega sjúklingaöryggið, fyrst og fremst. Og mér langar til þess að svona fara yfir hvern þátt fyrir sig, af því að mér finnst það svona skipta máli. Við ætlum að leggja áherslu á öryggi þjónustuþega í heilbrigðisþjónustu og við ætlum að vinna að forvörnum á öllum sviðum. Áhættustjórnun fastur þáttur í starfsemi okkar og við ætlum að leggja áherslu á fræðslu til starfsmanna. Notendamiðuð þjónusta eða einstaklingsmiðuð þjónusta, við ætlum virkilega að einbeita okkur að því og leggja okkur fram við að þekkja þarfir þjónustuþeganna og að reyna að uppfylla þær eins og við best getum. Við ætlum að leggja áherslu á heilsulæsið og hvetjum þjónustuþega til að vera öflugir þáttakendur í umönnun sinni. Ég kem svolítið betur að þessu aðeins síðar í þessu erindi mínu, að vera öflugir þáttakendur í umönnun sinni, af því að staðallinn náttúrulega kveður á það. Mikilvægi þess að þjónustuþegar, sjúklingar, séu þáttakendur í sinni umönnun. Við hvetjum til markvissrar upplýsingamiðlunar milli aðila
Það var þetta sem eitt af því sem kom fram í kaflanum áðan. Og leggjum áherslu á sjálfræði þjónustuþega, sameiginlega ákvörðunartöku varðar umönnun. Samkenndin, af því að það compassionate care, sem ég skýrði þarna á sínum tíma samkennd. Við komum fram við þjónustuþega og starfsfólk af virðingu og reisn og stuðlum að góðvild meðal allra hagaðila. Og við leggjum áherslu á virka hlustun og fræðum starfsfólk okkar samkennd og mikilvægi hennar. Við þurfum náttúrulega við vitum það að þýðir ekki fyrir okkur að fara til starfsfólksins og segja bara, heyrðu, við þurfum að vera með samkennd í okkar þjónustu. Ok, þið vitið það, þið verður bara að gera það. Við verðum náttúrulega að fræða starfsfólki okkar. Hvað samkennd og með hvaða hætti við notum samkenndina og sérstaklega svona leiðbendingar hvar í þjónustuferlunum við gerum það. Skilvirk og hagkvæmt, við auðvitað leggjum áherslu á skilvirk og hagkvæma heilbrigðisþjónustu. Við hvetjum til hvers kyns umbóta varðar rekstrarlega hagkvæmni. Þekking, við verðum náttúrulega að sjá til þess að þekking í starfseminni meðal okkar starfsfólks sé í samræmi við þær kröfur sem að starfi gerir. Vinnuverndin, hún afar mikilvæg af því að starfsemin ekki neitt án mannauðsins og mannauðurinn þarf að vera ánægður. Það skiptir bara öllu máli. Það náttúrulega segja bara allar rannsóknir. Og við styðjum hvert annað með jákvæðum og uppbyggilegum hætti. Við lærum af mistökum og hvetjum til opinskárar umræðu allt sem að betur mætti fara. Við tökum jákvætt á mistökum. Þú veist, það fólk segir mikið við fögnum mistökum. Auðvitað gerum við það vegna þess að þá getum við lært af þeim og gerum betur, viljum gera betur og þannig menningu viljum við hafa. Við leggjum áherslu á jafnvægi milli vinnu og einkalífs og stöndum vörð aðbúnað og öryggi á vinnustæðnum með velferð starfsfólksins í huga. Árangurinn viljum við mæla á öllum sviðum og náttúrulega fara í stöðugar umbætur. Þetta gæðastefnan sem á að vera leiðarvísir fyrir alla í starfseminni til þess að ná fram því sem við ætlum að ná með innleiðingu staðalsins. Í takt við nútíma þarfir, sagði ég hérna áðan, og þá kemur vildu aðeins sýna ykkur smá dæmi það sem að mér finnst vera í takt við nútíma þarfir. Það samþætting heilbrigðisþjónustu. Þetta heitir á enskunni co-production. Við vorum svolítið í erfiðleikum með að þýða co-production. Það ekkert til almennilegt eða okkur fannst það. Þar til að við komum hérna að þessu, samþætting heilbrigðisþjónustu. Þannig ekki verið að tala að samþætta einhverja þjónustu innan starfseminnar. Nei, þetta samþætting þjónustu milli þjónustuveitenda og þjónustuþega. Við þurfum að vera í virkri hlustun, þjónustuveitendur þurfa að vera í virkri hlustun við þjónustuþegann og þjónustuþeginn þarf að vera virkur þátttakandi í sinni umönnun og sinni meðferð. Og þarna kemur það fram að vinna að því að byggja upp traust og virðingu í þjónustu, í samstarfi við þjónustuþega, hlusta á þjónustuþega og valdefla þá og stuðningskerfi þeirra til virkni við umönnun þeirra.
og svo framvegis. Þannig að þarna er verið að tala sem sagt að þjónustuveitendur, þannig að segja, læknar og hjúkrunarfólk vinna með þjónustuþeganum og aðstandendum hans og stuðningsumhverfi að því að finna réttu meðferðin og umönnun fyrir hann. Samúðarík umönnun, það er compassionate care, það er alveg sérstakur kafli það að mjög mikilvægt að vera með ferli innan starfseminnar til þess að meðhöndla þjónustuþega og starfsfólk af virðingu og reisn. Þetta er það sem að þarf að vera. Hlúa og stuðla að vinsamlegu umhverfi á meðal fólks, fjölskyldna og umönnunar aðila, hlusta á þjónustuþega og umönnunar aðila. Og þetta kallar á það að við þurfum að fræða starfsfólkið okkar það hvernig samúðarík umönnun er veitt. Starfsfólkið þarf að vera þjálfað og vera meðvitað sálfræðileg, félagsleg, tilfinningaleg mál sem tengjast lífsloka meðferð til dæmis. Þetta er svona eitt af því sem ég vildi bara sýna ykkur og svo auk þess varðandi vellíðan starfsfólksins sem að skiptir ekki sísmáli. Mannauðurinn er þessari starfsemi ofboðslega mikilvægur. Ánægt starfsfólk eins og ég sagði áðan skiptir öllu máli. Og til að viðhalda vellíðan starfsfólks með skilvirkum hætti þá þarf að vera með skjalfest áætlun heilsu og öryggi starfsfólks sem tekur á líkamlegum, efnafræðilegum, líffræðilegum, vinnuvistfræðilegum og sálfélagslegum þáttum. Og hafa ferli til staðar fyrir vellíðan starfsfólks sem tekur til streitu, kulnunar og ofbeldis frá þjónustuþegum eða samstarfsfólki. Og svo er ég með þarna tvær setningar af viðbót sem að ég svona sem að ég hef yfirleitt notað þegar ég hef verið að kynna annan staðal. Sem er staðall ISO 45003 sem er ekki enn búið að þýða á íslensku en hann fjallar psychological health and safety at work. Það er siðferðisleg og lagaleg skylda fyrirtækja og stofnana að huga vel að vellíðan sinna starfsmanna. Það er sem sagt ekki bara lagaleg skylda, vinnuverndarlögin kveða á það. Að það sé bara skylda og auðvitað ætti það að vera siðferðislega skylda líka. Og göfugt markmið vinnustaða er að starfsfólki fari heim til sín að vinnudegi loknum eins heilbrigt og heilt og það kom til vinnu. Þannig að þetta er svona göfugildi. Staðallinn, hann náttúrulega talar alveg við, þetta tvennt talast saman. Reglugerð númer 1148 frá 2008 með síðari breytingum, það er gæðavísa. Við sjáum þannig að þarna kemur fram öryggi, sem sagt að sjúklingar hljóta ekki skaða af þeirri þjónustu sem ætlið er að bæta heilsu þeirra og lífsgæði, rétt tímasetning, skilvirk þjónusta, jafnræði, notendamiðuð þjónusta, árangursrík þjónusta. Þetta kemur fram. Þetta er alls saman það sem staðallinn segir. Þannig að við þurfum ekkert að fara í grafgötur með það að staðallinn alveg að mínum að er í takt við þessi stjórnvaldsfyrirmæli og auk þess er skýrsla heilbrigðisráðherra 5 ára aðgerðaáætlun heilbrigðisstefnu frá 25 til 29 sem fjallar í meginatriðum þetta sem að þarna kemur fram, forysta til árangurs, rétt þjónusta á réttum stað, fólkið í forgrunni, virkir notendur, skilvirk þjónustukaup, gæði fyrir hugsa til framtíðar. Og í staðlunum þá er í raun og veru
er verið að fjalla þetta á mörgum sviðum. Forystan, notendamiðuð þjónusta, heilsulæsi, það er að segja virkir notendur, öryggi þjónustuþega, það er að segja fólkið í forgrunni, skilvirkni og hagkvæmni, gæðavísar og reglulega rýni, mælingar og þekking. Þetta svona allt talar saman sem náttúrulega bara algjörlega frábært. Nú er komin svona að nálgast endan í þessu hjá mér að hvers vegna ISO 7101 á Heilbrigðisstofnun Vesturlands. Jú, við viljum náttúrulega sjúklinga öryggi þjónustuþegar og starfsfólk sé sett í öndvegi. Við að sjálfsögðu viljum það og við viljum senda skýr skilaboð út alla starfsemina hvað við viljum og ekki bara skýr skilaboð heldur náttúrulega leiðbeiningar og loforð það eða skráð verklag það sem við lofum að gera til þess að mæta kröfum staðarsins. Og Heilbrigðisstofnun Vesturlands vill vera fyrirmynd. Það er mikill metnaður innan stofnunarinnar varðandi gæðamál og hefur óskaplega mikinn vilja til þess að vera svona ákveðin fyrirmynd í þessu málum. Nú, það er líka betri nýting fjármuna varðandi áherslu á skilvirkni og hagkvæmni. Það er bara eitthvað sem okkur finnst skipta bara mjög miklu máli. Sýnum þannig þá frumkvæði að því að svona gera hlutina hjá okkur, gera starfsemina eins skilvirka og hagkvæma og hægt án þess að það komi niður á þjónustustiginu. Af því að það er örugglega ýmislegt sem hægt að gera. Og staðallinn hentar í hvers kyns heilbrigðisþjónustu af öllum stærðum og svo það líka staðallinn þessi með raunverulega allar kröfur á einu stað í samræmi við lögbundnar skyldur hérlendis líka. Og auðvitað ef við komumst að því að staðallinn ekki að fjalla kannski einhverja tiltekna þætti það sem að lagagreinar kveða á þá náttúrulega það skráð í verklag að við auðvitað uppfyllum þessi lög. Það að segja. Þannig að verklagið hefur skráða verklag það náttúrulega alltaf að vera í samræmi við lög og reglugerðir. Við getum ekki ákveða að vera með minni þjónustu heldur lög kveða á og auk þess eins og Helga segir kom hérna núna áðan að þessi staðall hann byggður upp alveg eins og aðrir ISO stjórnkerfis staðlar. Það að segja að það eru sömu 10 kaflanir. Kröfurnar eru settar fram í kafla 4-10. Það er sem sagt samhengi skipulagsheildar, forysta, skipulagning, stuðningur, rekstur, mataframleiðslu og umbætur. Var að smá vitleisa að segja hana, þetta átti að vera hérna stödd í. En hérna, ég breyti glærunum bara seinna. En hérna, og sem að sjálfsögðu auðveldar innleiðingu annarra staðla. Þetta er alveg eins og Helga Sigrún nefndi að þá bætið við bara einni jólakúlu á jólatrið og málið dautt sko. En þegar ég var í meistaranámi í Skotlandi í altækri gæðastjórnun og stjórnvísi, þar segja Total Quality Management and Business Excellence, þá sagði prófessorinn minn það alltaf við okkur að gæði eru langtíma ferðalag. Við náttúrulega náum ekki fullkomnun, við náum aldrei fullkomnun. Við getum alltaf gert betur og þannig að þetta er langtíma ferðalag, never ending story.
Þannig að við viljum að sjálfsögðu byrja eitthvað staðar. Við ætlum að byrja á því að innleiða hennar staðar, svo ætlum við að alltaf að bæta okkur. Þannig að þetta er alltaf langtíma ferðalag. Ég ætla líka að segja það að hjá Heilbrigðisstofnun Vesturlands er starfandi gæðaráð og gæðaráð er raunverulega samansett af framkvæmdastjórn HFE, auk mannauðsstjóra, þannig að það fari ekkert milli mála stuðningur við þessa gæða vegferð. Í framkvæmdastjórninni sita forstjórinn, Jóhanna Fjóla, sem að þarna situr, Hulda Gestsdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar sem að þarna situr líka, framkvæmdastjóri lækninga, Sigurður Einar Sigurðsson og Ásgeir Ásgeirsson, framkvæmdastjóri fjármála og rekstrar. Og svo auk þess í gæðaráðinu situr mannauðsstjóri. Þannig teljum við að það séu fullkomin yfirsýn hjá þeim yfir það sem við erum að gera. Og það er gríðarlegur stuðningur þessa fólks við þessa vegferð sem að skipti mjög miklu máli, virkilega. Síðan auk þess þá, held ég sem gæðastjóri utan þetta verkefni og reyni að láta þetta allt saman ganga og komast í framkvæmd. En auk þess höfum við skipað gæðatengla vítt og breitt í starfseminni. Gæðatenglanir eru eins og nafnið bendir til, tengiliðir, framlenging á mínum armi út í feltinu. Og þeir eiga að sem sagt efla gæðavitund í sinni starfsemi, á sinni starfsstöð og taka þátt í vera ritstjórar gæðaskjala eftir því sem að þurfa þykir og að starfsfólk á þessum stöðum þar sem að þeir eru geta leita til þeirra hvers kyns spurningar varðandi gæðamál. Þannig að þetta er það að okkar máli sem að skiptir miklu máli til þess að láta þessa gæðavitund hríslast niður alla starfsemina. Og við höfum að sjálfsögðu eins og þeim munið gæðastefnuna og þessa áherslu þætti, þá erum við búin að búa til ótal verkhluta sem að þarf að vinna í til þess að ná þessum markmiðum okkar og fylgja þessari stefnu sem að þarf að gera. Og við erum búin að setja sem sagt ábyrgðarmenn á þessa verkhluta. Þetta er tösk og sem að þeir þurfa þá að vinna í og gera. Og svo þegar við höfum farið í gegnum alla þessa verkhluta, klára þá teljum við að við séum komið með það verklag sem að skipti máli til að uppfylla allar þær kröfur sem að staðallinn gerir. Síðan förum við í innri úttektir, mótum gott innra úttektarkerfi. Áður en að ég byrjaði hjá Heilbrigðisstofnun Vesturlands, þá var ég áður gæðastjóri hjá Matvælastofnun og tók þátt í því að móta frá grunni innra úttektarkerfi og það eru stífar Evrópureglur það hvernig slíkt úttektarkerfi á að vera. Auðvitað fórum við eftir staðlaunum, var þetta innri úttektir númer 1911. En auk þess voru Evrópureglur sem að gengur lengra heldur en það. Þannig við þessum gert það mjög ítarlega. Og svo kom auðvitað ESA, eftirlitsstofnun ESA, eða sem sagt EFTA, kom og skoðaði og tók út þetta kerfi. Var hjá okkur í heila viku og skoðaði þetta nýtti grítti og við fengum bara mjög góða einkunn. En þetta er allt saman sem að þarf að gera. Þannig að þetta var nú það sem að ég ætlaði að fara yfir og við Helga Sigurðsson erum auðvitað hér til þess að taka við fyrirspurnum og svara þeim. Kærar þakkir.
Ég ætla að biðja þig Garðar að yfirgefa mig ekki alveg strax. Sko, við erum í streymi og við erum reyndar að taka þennan fund upp líka. Þannig að hann verður gerður aðgengilegur á netinu. En nú spurning, hvort að það ekki einhverja spurningar á sal. Mér var bent á það áðan að ég var búin að einfalda alla umbótavinnu rosalega mikið í minni umfjöllun sem að, já, þú veist, það alls konar flækjustig í þessu alveg örugglega sem að, af því að þetta flókin þjónusta. En spurning úr sal. Já, góðan daginn, takk hérlega fyrir góða kynningar. Ég heiti Signý og við erum hérna frá Landspítalanum. Mér langaði að spyrja PTSA og PTCA því að ég hjá eftir í glærunni hjá þér. Í PTSA-inu og S-ið snýrum að taka, þú ert með úrtak og með þessa vísindalegu nálgun og svo framvegis. En ekki líka gert ráð fyrir alls kyns öðrum árangursmælikvörðum eins og öðrum KPIs og svo líka bara, eru þið eitthvað hjá HFE búin að svona sjá hvernig þið ætlaði að framkama þetta? Þessi úrtök og þessa vísindalegu nálgun af því þetta svo sterkur og mikilvæg þáttur í stælinum, þessi að mæla árangurinn. Myndir að koma í... Já, ég get svona aðeins farið yfir það. Það náttúrulega, ég myndi að segja að ekki síst að framkvæma innri úttektir reglulega á öllum að minnstakosti krítiskum stöðum. Þá sjáum við, þá erum við búin að fá svona ígrundaðar upplýsingar eða ítarlegar upplýsingar sem að hafa verið sóttar með viðurkenndri aðferðafræði innri úttekta. Þannig munum við geta fengið svona eða nota þetta study og auðvitað ætlum við að setja upp mælikvarða líka og það verður svona á sömu sviðum, þrauti þyngri að móta það. Það alveg að hreinu. En ég held að kjarni málsins sé að öflugar þjónustukannanir varðandi upplifun þjónustuþegans eins og til dæmis verið að spyrja oft hvernig ætlar að meta hvort að við séum að nota samkennd í þjónustunni og það hlýtur að vera svona þjónustukönnun með viðeigandi spurningum. Þannig að þetta ýmislegt svona sem að þarf að móta og hugsa en á ekki að vera flókið. Og kannski almennt mælikvarða. Kerfi, gæðastjórnunar kerfi, hvers eðlis sem þau eru auðvitað þannig að menn setja sér einhvers konar markmið og mælikvarðarnir taka svo bara mið af þeim, svoleiðis að að sjálfsögðu eru miklu fleira heldur en bara þjónustukannanir sem að verið að horfa til þar. Svoleiðis að, og fer bara eftir eðli og aðstæðum hverju sinni, sko. Mér var reyndar líka bent á það, svo ég noti tíman með Haukur Logi að fara með mikrofóninn. Mér var líka bent á það áðan ég spurði það hvort að væru einhverjir faggiltir vottunaraðilar á Íslandi eins og staðan er. Þeir eru það ekki. Ef að það verður til hér einhver stemning fyrir því að taka upp svona gæðastjórnunarkerfi á nokkrum stöðum þá byggist sú þekking upp. Það þarf ekki að hafa neina ágjörð því, en það er líka ekkert mjög flókið að sækja vottunaraðila erlendis frá. Þannig að eins og þú þekkir frá MAST, Garðar. En fleiri spurningar? Já, takk kærlega fyrir frábæra erindi. Ég heiti Valgerður og kem frá Eyrskjöl og Hömrum og mér langar að beina spurningunni til þín. Bara hvað þetta er búið að vera langt ferðalag hjá okkur, hvenær þið stefnið á vottun og svo langaði mig líka að spyrja svona hver eru kannski topp svona 3 mestu áskorunarnar við innlegginguna sem þið hafi orðið vör við. Já, þakka kærlega fyrir. Þetta er náttúrulega það má kannski segja að við erum svona búin að vinna að þessum undirbúningi í rúmlega ár frá því að það var tekin ákvörðun það að innleiða þennan staðal sem er fyrir rúma ári síðan. En við töldum svona mikilvægt að staðallinn yrði þýddur svona til þess að innleiðing gengi betur. Það er ekki allir sem geta að lesa ensku og kannski enski textin er kannski að því að þetta er mikil svona staðlamál sem
ekkert alltaf auðvelt að skilja. Þannig að fyrsta skrifi var náttúrulega sem sagt að óska eftir styrk hjá landlæknisembættinu úr tilteknum sjóði þar sem að við fengum, sem að var alveg gerlega skiptu sköpum að okkar mati að fá og sem sagt staðlaráð sér síðan að stýra þýðingu staðalsins. Þannig að það kannski fyrst og þannig að þetta er búið að sem sagt vera ferli núna hjá okkur í heilt ár. Það ýmislegt sem eftir að gera. Það náttúrulega alveg á hreinu af því líka að við erum að sinna ýmsu öðru líka, við erum að færa öll gæðaskjölin okkar yfir í nýja og betri og þægilegri gæðahandbók, þannig að allt tekur þetta tíma, en það er alveg sama. Við höfum svona verið að vonast til þess, ég var að segja það bara alveg eins og að svona í lok næsta árs, í lok 2026, að þá gætu við sem sagt kallað á vottunaraðila. Þetta er svona markmiðið okkar og ég veit að við þurfum að spýta í lófana til þess að það geti gert. Það sem er mesta áskorunin að mínu mati það er ekki beinlínis svona áskorun, það er bara vinna. Það er að þekkja áherslu þætti staðalsins, þekkja kröfunar og útbúa verklagi sem að vantar hjá okkur þá til þess að mæta þessum kröfum fyllilega. Kynna það svo fyrir starfsfólki og láta starfsfólki, altså við vinnum það með starfsfólkinu að sjálfsögðu, við vinnum þetta með fólkinu sem er að vinna út á feltinu og þekkir þessa praxís og þessa starfsemi best. En sem sagt, að móta þetta verklag, sjá til þess að það verður farið eftir því og þá koma innri úttektirnar sem eru svona kerfisbundin aðferð til að sjá hvort það sé að vera að fara eftir verklagi. Skoðum það. Ég segja að það sé einna mesta áskorunin hjá okkur, sérstaklega varðandi tíma. Og það er þetta, eins og ég talaði hérna áðan, það er svona samúðarík, umönnun, samkennd og annað til rétt. Hvernig eigum við að mæla það? Það er líka áskorun. En það er, en svona þegar að 2 eða 3 menn koma saman og gerist eitthvað og finnum út úr því, það er ekki mikið mála, en þetta er svona helsta áskorunin. Já, ég heiti Tómas Þór Ágústsson, framkvæmdastjóri lækninga á Landspítalanum. Ég veit ekki alveg hvað þið vitið Landspítalann, en við náttúrulega höfum verið að skoða þennan staðal í alveg síðan undanfarin 1 eða 2 ár og það hefur verið tekin ákvörðun á Landspítalanum að fara í þetta verkefni. Þannig að framkvæmdastjórnin ákvað það fyrir einhverjum vikum síðan og við náttúrulega það hefur kannski á undanförnum svona þangað til fyrir nokkrum árum síðan þá var kannski svolítið misskilningur í gangi varðandi gagnsemi þess að fara í svona verkefni þvert á spítalann. En við erum auðvitað með mjög öflug gæðastjórnunarkerfi svona hér og þar á spítalanum inn á HUT og inn á rannsóknarþjónustuna og svo framvegis. Þannig að það snýst kannski líka bara að tengja þetta saman og svona skrásetja þetta sem við erum að gera. En við erum byrjuð að undirbúa þetta, þannig að þetta, þessi þýðing á svona staðli kemur á mjög góðum tíma fyrir okkur, af því að þetta var, við vorum komin svolítið að stað með að nota ensku útgáfuna að þessu, að þetta kemur á fullkomnum tíma, þannig að það er bara frábært. Nú er Landspítalinn hugsanlega flóknasta og stærsta apparat landsins, þannig að þetta er mjög flókið verkefni. Og eflaust ekki til hér á Íslandi sérþekking í því að innleiða svona kerfi í þessu samhengi. Hefur samstarfi við staðlaráð og aðgangur að erlendri ráðgjöf eða stuðningi í þessu, er það til staðar? Hvernig vinnum við það? Við höfum nú svo sem bara verið að vinna það svona ad hoc Já, ég skal svo sannarlega, Tómas,
koma þér í samband við Já, fólk flott. sem að mögulega getur aðstofað ykkur við Já. og fullur skilningur á flækjustíginu á Já, Landspítalanum. Það væri mjög gott, Já. af því við erum búin að koma upp sko ákveðnum, við erum búin að svona greina þetta svolítið, og Kolbrún hérna deildastjóri geðdeildarinn og allir geðastjórnir og svona, Já. þannig að við erum búin að eyða, nú þegar búin að undirbúa þetta heilmikið, en við þurfum að gera þetta rétt og ekki sóa tímanum með orkunni. Ég held þessi gott að við byrjum á því að skilgreina hvað þið þurfið, hvers Já. konar stuðning. Þið eru auðvitað sérfræðingarnir í Landspítalanum, þú veist, tökum fundum það aðeins, Já. hvernig við getum fundið rétta fólkið Já. með ykkur. Það væri mjög gagnlegt. Það væri líka, sko, við erum alltaf að sjá fyrir okkur, það er risastórt verkefni, það mun taka mörg ár, en það væri náttúrulega mjög flott að vera komin með þessa vottun áður við flytjum inn í nýjan meðferðarkerfi. Þannig að það er svona kannski stóra markmiðið. Ég skal svo sannarlega leggja mitt að mörgum til þess að það geti orðið. Flott, takk. Og auðvitað erum við tilbúin til skrafsar að gera við aðra líka til þess að finna út úr hvernig við getum stutt við. Af því að við erum, eins og ég sagði áðan, bara ofsalega lítið púslaspil í stórumyndinni, en erum samt tengt. Og erum bara tiltölulega vel tengt við ISO og eigum þar fullt af góðum vinnum sem eru tilbúinir til þess að, og það er alveg ótrúlegt hvað eru margir til í að vera með okkur í liði. Þú veist, meðan við erum svona lítil, að það vantar ekkert upp á það. Fleiri spurningar? Já, góðan daginn. Ólafur heiti, ég er framkvæmdastjóri hjúkrunar á Landspítalanum. Takk fyrir þennan fund, bara frábært. Mér langar að spyrja þig aðeins bara þegar þið hófuð þessa vegferð. Hvaða leiðarljós höfðu þið að leiðarljósir varðandi árangurs og gæðavísa? Hvað völdu þið að leggja áherslu á í byrjun? Já, það er eiginlega kannski best að get ég farið ég kann ekki á þetta svona einmitt. Sko, það má eiginlega segja það að áherslurnar koma hérna fram og það er raunverulega á öllum þessum sviðum sem að við viljum vera með mælikvarða. Það er bara einfaldlega þannig. Við erum ekki reyndar að koma svo langt að við erum farin að móta þessa mælikvarða, en þeir munu koma til með að ná til allra þessara sviða og öryggi þjónustuþega, áhættustjórnun, leggjum áherslu á fræðslu, notanda með þjónusta, það er þetta samkennd, samúðarík umönnun og annað til líkt. Það er þetta eiginlega bara kemur þarna fram og við þurfum bara að finna réttu mælikvarðana sem styðja þetta. Já, það var svona í framhaldi af pælingunum hjá Tómasi. Svona eftir einfalda gagnaöflun á netinu þá virðast ekki margir spítala að vera byrjaðir að innleiða þennan staðal. Og þannig að við langaði bara að spyrja, vitið þið einhvern spítala til dæmis á Norðurlöndunum sem byrjaðir að spá í þetta og einmitt? Nei. Nei, því miður. Það er eiginlega bara stuttasvarið. Verðum við fyrsti spítalinn í Evrópu eða Norðurlöndunum sem ætlar að fara í þetta verkefni? Eða? Mér finnst það ólíklegt. Já, það er nefnilega ólíklegt. Ég skal finna út úr því samt. Já. Reyna það allavega. Var áhugavert. Já. Herðu, ég... Það kemur mjög lítið. Já. Staðallinn er nýr og það tekur tíma að koma svona kerfum á og þó að Landspítalinn sé mjög stóra flókin og þá eru Karolínska mögulega aðeins flóknari eða þið veitir stærri meira, svo ég nefni bara sem dæmi og þá tekur það lengri tíma að innlega. Þannig að ég held að við séum svo sem kannski bara að leggja á stað í þessa vegferð. En auðvitað margir með 901 og þá er auðveldara að koma sér af stað með þennan. Fleiri spurningar?
Já, mér langaði bara út af því hún nefndir að hérna í upphafi að þið var að reyna að vinna þetta svona nýjunga væða staðlana, semst ekki að hafa þetta PDF-skjall. Fyrir þennan staðal, er eitthvað, er einhver leiðbeiningastaðall eða einhver svona gap analysis tools, fyrir ekki að nota ensku orðið, og hvernig sjáu þið fyrir að svona nútíma væða staðlana? Takk fyrir að spyrja þetta. Ég sko, það sem að við erum eiginlega bara byrjunarreit í þessu og leggjum að staði þessa vegferð með svona þróa viðskiptamódelin okkar eftir dóm Evrópusambandsins sem að dæmdi fyrir að tilteknar tegundir á stöðlum ætti að vera aðgengilegar án endurgjalds þegar þær eru hluti á löggjöfinni, svona pínlögfræðilegt. Þannig að nú eru menn bara að fara í það að búa til upp þannig að þú getur tryggt að þú sést búin að uppfylla alla kröfunar, þú veist, og raða inn og þetta er bara í raun og veru tæknivæðing á þessum skjölum, sko. Þannig að ég veit ekkert hvar það endar, svona bara svo það sé sagt. Þannig að já. Já, það er auðvitað, sko, eins og ég sagði þetta er 70.000 staðlar í staðlabúðinni. Þeir varða allt milli himins og jarðar. Áhættustjórnun, já, gap-analýsa, ég þori ekki að segja það, ég kann það ekki alla, bara því miður. Þannig að en það er til alls konar verkfæri, við höfum nefnt við bæði ISO 19 og LED-leyfi sem er staðall það hvernig þú ferði innri úttektir á stjórnunarkerfum. Þannig að það er mjög margt til sem styður við innleiðingu á þessu. Fleiri spurningar? Ekki svo. Já, bara... Já. Ekki þar fyrir að það er ekki nýtt ábyggilega fyrir ykkur það sem ég ætla að segja en það sem að við munum gera bara hjá okkur sko er að sem sagt vera bara með svona einfalda matrixu þegar þetta þekkið það öll að það sem að við erum með sko alla kröfurnar sko staðalsins og svo öll gæðaskjölin og svo bara högum við bara hvað er svo, og þannig getum við svona unnið okkar áfram sko, og vonandi að við náum að þekja allt það sem við þurfum að þekja sko. En þetta þekkið náttúrulega en svona ætlum við að gera þetta allavega. Herði, þá langar mig nú kannski bara í lokin til þess að þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Það var alveg ótrúlega gefandi og gott að eiga þetta samtal með ykkur þennan morgun. Ítreka við erum alltaf tilbúin til skrafsráðagerða ef við getum eitthvað stutt við. Í leiðbeiningunum sem að ég var að vísa ykkur á áðan og er að finna í frétt á vefnum okkar, þar er að finna afsláttakóða á staðalinn, þessi nýju þýðinguna. En svo langar mig bara líka til að hvetja ykkur til þess að fylgjast vel með okkur því að það er margt spennandi framundan. Við erum núna í miðju kafi á þýðingu á breskum staðli sem eru leiðbeiningar fyrir atvinnurekendur það hvernig það geta stutt við konur og breytingarskeiði þannig að þær getur bara haldið áfram að vinna. Við erum líka að horfa til þess að Bretar eru í næsta miðjan nóvember að segi konan sem svaf ekki 2 ár. Við erum miðjan nóvember að horfa til þess til bresk staðals sem varðar kerfi sem að hjálpar til við forvarnir gegn sjálfsvígum og ýmislegt fleira svona sem er bara alveg súper mannlegt. Svoleiðis að já, við erum svolítið á þeim slóðum þessa dagana. Þetta staðlar er ekki bara tæknilegs eðlis og varð ekki bara steypu og gler og stál. Þannig að hvet ykkur til að fylgjast með okkur. Takk aftur fyrir komuna. Frábært að vera með ykkur. Segjum svo lokið í dag.